Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Knattspyrnumaðurinn Arnór Ingvi Traustason helsta viðfangsefni okkar í þessari viku. Við sýnum ykkur einnig brot úr innslagi fjarskipta fyrirtæki Kapalvæðingu í Reykjanesbæ og þá flytjum við ykkur fréttir frá Suðurnesjum. Arnór Ingvi Traustason atvinnumaður knattspyrnumaður í góðum málum hjá sænska félaginu Malmö. Arnór hefur verið í landsliði Íslands undanfarin ár og skoraði meðal annars sigurmark liðsins gegn Austurríki í Evrópukeppninni 2016 og tryggði þannig liðinu sæti í 16 liða úrslit keppninnar. Hann var líka á HM í Rússlandi og mun keppa í Evrópudeildinni við enska stórlið Chelsea í febrúar. Við hittum okkar mann í Reykjaneshöllinni þar sem hann hljóp fyrst á gervigrasi 7 ára gamall. Hann hóf knattspyrnuferilinn hjá Njarðvík en fór til Keflavíkur þegar hann varð unglingur og við spyrjum hann fyrst út í það hvernig það hafi verið að alast upp í fyrsta knattspyrnuhúsi landsins. Æ Arnór, við erum í Reykjaneshöllinni og þú kannast nú eitthvað þokkalega vel við því hérna, ekki? Jú, það ger ég. Kannski alveg hérna upp? Já, ég eiginlega ólst hér upp bara. Ég var 7 ára eða eitthvað þegar Reykjaneshöllin kemur upp og hér æfði ég alla daga og auka og þess aftar. Svo bý ég hérna bara rétt hjá, þannig að það var stutt að skottast yfir og vera hérna nánast allan daginn. Þannig ég get ekki eiginlega spurt þig munina því að þú þekkir ekkert annað, þannig að er þetta ekki geggjað? Jú, það gott og fyrir einmitt yngri krakka að fá að alast upp í höll og innanhús til þess að fá að bæði með tækni að gera og bara fótboltann í heild sinn að þurfa ekki að vera úti og já, fá að njóta sín hér inni og vera alltaf í góðum hita og æfa við góðar aðstæður. Þú náttúrulega getur kannski þekkt eitthvað frá því sem var áður, voru færri æfingar en náttúrulega hér myndaðist aðstaða þannig að var hægt að vera með fleiri æfingar fyrir liðinu? Já, það var hægt og það var hægt að æfa meira og mönnum var ekki kalt og þó að það eru sum lið sem æfa ennþá úti ennþá daginn í dag, Nenninu Hauka, þeir æfa ennþá úti. En eins og ég segi, það þvílík forréttindi að fá að æfa hérna inni. Nú hefur verið að tala að setja gervigrasvöll í þetta, líst þér vel á það? Mjög vel. Það svona einhvern veginn vantaði smá að búa til aðeins meiri aðstöðu hérna fyrir við höllina og bæta við höllina og ég myndi líka ráðleggja að setja líkamsrækt hérna bara við höllina líka. Það er góður kostur að bæði lið Njarðvík, Keflavík, hvað það er Sandgerði Garður, að þau geta farið á æft hér þá komið þá fyrr og farið að æfa í ræktinni og fara svo æfingar. Það er gaman að sjá þér fullt af peyjum hérna fylgjast með okkur hérna núna. Ef ég spyrði hvaða ráð ertu með fyrir unga knattspyrnumenn, þú elst upp hérna við frábærar aðstæður, en hvaða ráð værirðu með svona til þeirra? Nú ert þú búin að upplifa það, þú ert á atvinnum ára og annað. Er þetta allt þetta bara þetta típiska, en ertu með eitthvað góð ráð? Já, ég meina það er bara að æfa sig og vera þolinmóður og já, að bara æfa auka og æfa meir en hinn og já, sjá vel sig bara. Það er það sem skiptir máli. Já. Nú farið að, í dag eru knattspyrnumenn og íþróttamenn farin að huga meira kannski að líkamlega þættinum, æfa styrktaræfingar og allt þetta dæmi, meira kannski en var, hvað getur sagt, í gamla daga? Já, það komið meiri áhersla á það að leikmenn æfi auka og æfi í líkamsrækt og sjái betur sig og bæði með mat og drykk og mataræði bara og svo það hreyfingin, hvernig við hreyfum okkur og þess aftur. Hvernig var yngri flokka dæmið hjá þér? Varstu í öllum íþróttum eða varstu komin í fótbolta strax? Ég byrjaði mjög ungur í boltaskóla Freys inn í Njarðvíkunum og var þar alveg hjá honum mjög lengi og ólst upp þannig séð hjá honum þangað til að hann færi sem set og fer yfir í Hauka.
En já, ég var í bæði körfu og fótbolta og hætti í körfunni þegar ég 14 og einblíni bara á fótbolta. Og svo fer ég fljótlega yfir í Keflavík í 3. flokk eldri og þar þangað til að ég fer út. Já. Ein aukaspurning körfuna, það nefnilega, við hittum þig á leiknum núna Keflavík-Njarðvík í vikunni og þú varst í Njarðvíkarbúning, þú varst með svona ákveðna yfirlýsingu þar. Ertu Njarðvíkingur eða ertu Keflvíkingur? Menn ofta spyrja þetta því þú ert búin að vera í báðum félagunum. Já, ég meina eins og ég segi, ég er gallharður Njarðvíkingur í körfuboltanum og hef alltaf verið og mun alltaf vera. Og eins og ég segi, ég ólst upp í Njarðvík í fótbolta og spilaði bæði með Keflavík líka, þannig að Þú ert jafn þar? Ég er jafn þar. Ég hef ekkert gröts á móti neinu félagi, þannig að... En þú ferð yfir til Keflavíkur úr Njarðvík í fótboltanum og ykkur gekk vel, þinn árgangur eða þinn hópur? Já, ég kom yfir í 3. flokk eldri og við unnum Faxan og við unnum Íslandsmeistaratitilinn og við unnum bikarmeistaratitilinn og svo förum við upp í 2. flokkinn og þótt sé ekki mikið með þar en við verðum bikarmeistarar þarna í 2. flokki líka. Þannig að þetta var gríðarlega góður hópur. Já. Hvað er mikið af þeim knattspyrnumönnum að spila til dæmis með Keflavík í dag? Það er enginn úr því liði sem er að spila með Keflavík í dag. Það er ekki svolítið skrítið, þetta er ekkert svo langt síðan. Nei, þetta eru 8-9 ár síðan sem við vorum með þetta lið en jú, það er mjög skrítið. Eru þeir í einhverjum öðrum liðum eða eru þeir bara hættir í fótbolta? Margir hverjir hættir og sumir eru ennþá að og bæði í Njarðvík og hafa verið í Víði og svo eru þeir bara búin að finna sér eitthvað annað að gera. Já. Ertu með eitthvað smá ráð? Vantaði eitthvað þarna eða bara þurfum við að hugsa betur unga knattspyrnumenn? Já, mér finnst það. Já. Mér finnst að félögin þurfa að halda betur bara þá árganga og bara yfir höfum, að halda betur utan sína ungu stráka og sinn ungvið og sýna honum áhuga og gefa þeim tækifæri. Það eru þeir sem að munu skila inn fyrir félagið, félögin. Já. Og nú ertu búinn að vera atvinnumaður í nokkur ár hjá, 3 félögum eða ekki? Ég var hjá Sandnes á láni og fór þaðan til Norrköping og ég er búinn að vera í Austurríki hjá Rapid og svo er ég búinn að vera í AEK í Grikklandi og svo er ég komin til Malmö núna, aftur til Svíþjóðar. Og hvernig er líf atvinnumannsins Arnórs Ingva í dag? Það er mjög gott. Ég er búinn að koma mjög vel fyrir í Malmö með unnustu minni nú sem ég fæði kalla hana nú í dag. Já. Og við eigum von á barni og þannig að lífið getur bara ekki verið betra. Og hvernig hefur ykkur gengið í Malmö núna í vetur? Við byrjuðum rosalega brösulega. Það vantaði einhvern neista og það fóru rosalega margir frá þeim fyrir árið síðan og það voru ekki fengnir inn og margir leikmenn en það kemur nýr maður í brúna og þjálfari já. Og við endum í 3. sæti. Við vorum í 9. sæti eftir HM en endum í 3. sæti og náum Evrópudeilda, förum alla leið í bikar og erum komnir áfram í Evrópudeildinni núna þannig að við snérum blaðinu algjörlega við og töpuðum held ég bara einhverjum 2 leikjum. Hvernig er svona í fáum orðum dagurinn hjá þér? Ertu að æfa 2 ára dag eða hvernig viltu segja okkur hvernig dagurinn sem knattspyrnumaður að vinna þín? Já, eins og segja, þetta er vinna mín en það fer mjög mikið eftir ef það eru 2 leikir í viku eða þess áttar þá æfum við voðalega lítið. Þá æfum við bara svona inn á milli leikja til að recovera eftir einhvern leik en eins og núna er ég að fara út á morgun þá er undirbúningstímabil þannig að þá munum við að æfa 2 ára dag, 2 í viku og þannig að já, þetta er svona bara að fara á æfingu á morgnana og koma heim eða þá að borða upp á velli og fara svo heim í smá stund og svo er maður komin aftur upp á völl og þá er önnur æfing eða þá að dagurinn er búinn eftir hádegismat og þá hefur maður svona hvíldardag. Já. Eru þið sjálfur að hugsa styrktaræfingarnar eða er það inn í prógramminu hjá liðinu? Það er inn í prógramminu en svo er það ef maður vill gera eitthvað individual þá gerir maður það sjálfur og maður spyr og fær ráðleggingar hvort að maður sé að gera rétt og þess áttar þannig að styrktarþjálfari, sjúkraþjálfari og læknir alltaf á staðnum þannig að
þetta mjög flott hana. Það hefur oft verið talað að þið atvinnumenn í íþróttum og ekki síst í knattspyrnu að þið eigi svolítið góðan tíma svona fyrir utan knattspyrnuna, þú veist, hvernig margir eru kannski bara einir og ekki með kærustu eða konu, þú veist, hvernig upplifir þú þetta? Eru knattspyrnumenn oft einmana? Já, ég var einmana líka á sínu tíma og en maður þarf einhvern veginn að nýta tíma sem bara vel, sem maður hefur auka og nú ég með hann Andreu hjá mér þannig að við gerum mjög margt saman í þessum frítíma og ég var að byrja að spila golf þannig að ég hef, já, þannig að ég hef þann tíma núna og nýti þann tíma í golfið og finnst það ótrúlega skemmtilegt. Já. Og svo náttúrulega þessi dveljið og annað og getið farið og svona skoðað ykkur í þessum borgum sem þið eruð að starfa í? Já, akkurat. Það oft á tíðum sem eins og í æfingaferðum og svoleiðis að þá eru oft að fara til Spánar eða Bandaríkjanna eða eitthvað svoleiðis og þá oft golfvellir þarna sem maður getur fengið og gripið í og farið að spila. Ertu komin að einhverjum punkti í þinni atvinnumennsku? Er ekki alltaf markmið að komast lengra, komast í enn betra lið? Jú, algjörlega. Ég á þeim tímapunkti sem ég fer í Malmö að þá þurfti ég einhvern veginn smá stöðuleika í minn feril og eftir svona brösulegt 1,5 ár og mér líður vel í Svíþjóð og þekki Svíþjóð og ég vil svona ná mér á strik þar aftur og mér líður vel í Malmö og ég farin að standa mig mjög betur en ég hef verið að gera og ég vil vera hérna í svona 1-2 ár í viðbót. Ég gerði 4 ára samning. Þannig að ég búinn að vera í 1 ár og vil vera allavega 1 eða 2 ár í viðbót og koma með svo herra. Ertu að spila nánast í hverjum leik og já, ég að skora mörk og Já, það mætti nú alveg vera meira af því en ég að spila þokkalega vel að mér finnst og það eina sem að vantar kannski bara að skora pótunum yfir línuna en það mun koma. Já, þannig að þú ert mjög sáttur þarna núna? Já, ég það, mjög sáttur. Já. Þeir eru ekki alveg sáttur hérna í Keflavík með gengið sitt. Það ekki nógu gott. Það alls ekki nógu gott. Það alls ekki nógu gott og þetta var alls ekki nógu gott í Pepsi-deildinni í fyrra og ég horfði á alveg einhverja leiki hjá þeim en þetta var alls ekki nógu gott en ég held að það hafi bara verið smá jákvætt fyrir klúbbinn að nú bara leyfum við að ungu leikmönnum að dafna og verða góðir og koma liðin aftur upp á þann stað sem þeir eiga heima og í efstu deild. Í efstu deild og vera þar. Heldur það verið ekkert svolítið skrítið í sumar þegar Keflavíkar fór að spila við Njarðvík, sama bæjarfélagið? Jú, það verður dálítið skrítið. Ég held að það hafi verið senast og hafi verið boltasækir hérna á Njarðvíkurvelli þegar þeir mættust senast. Þá var ég hérna bak við markið á Njarðvíkurvelli hérna gamla sem er reynda búið að rífa núna. Þannig að það er dálítið síðan sem ég hef séð þetta gerast. En að þið erum í Reykjanesvöllinni og hérna fullt af pegjum að æfingum, eitthvað sem maður kannski sá ekki áður en þetta hús kom. Er eitthvað sem hefur breyst í fótboltanum á undanförnum árum? Orðið meiri harka eða meiri tækni? Er eitthvað sem þið þurfið í dag, miðað við kannski fyrir 10-20 árum síðan, að leggja meiri áherslu á sem knattspyrnumenn? Þurfum við að huga meira að því að tækninni eða styrk? Já, náttúrulega með eins og með þessari höll hérna og með þessum höllum sem er búið að byggja kringum Ísland að þá náttúrulega gefur það leið að menn eru með meiri tækni og það oft kallað í dag gervigrasleikmenn sem eru snöggir og eru með tækni og svoleiðis þannig að tæknin hefur breyst gríðarlega mikið og fótboltinn hefur breyst með því. Sjáum það líka bara út í heimi að þessi bestu leikmenn eru allir með svakalega tækni og þannig að Mbappé sem hjá PSG, þú séð hann 98 módel eða eitthvað og hann með gríðarlega tækni. Þannig að þetta svona kynslóðabreytingar eru að gerast og með þessum höllum það að hjálpa Íslendingum að verða ennþá betri í fótbolta og komast ennþá fram úr. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Helt annat Malmö FF nu, Transson som skjuter i mål!
vilket mål! Han får med sig den och så klipper han till, otagbart. Það vill svo til að Arnór að fara að spila við Chelsea í sem í ensku deildinni, í Evrópudeildinni, það sem að Malmö liðinu ykkar gekk svo vel og þeir eru komin inn í 32 liða úrslit og mátti til með að sýna þetta skilti hérna og það eru enda fleiri svona skilti hérna þegar þitt gamla félag Keflavík var að spila í Evrópukeppni í gamla daga á móti liðum eins og Tottenham sem núna topplið í ensku deildinni, Real Madrid og fleiri stórlið, Everton, svo bara þessi 3 séu nefnd. Hvernig verður tilfinningin að mæta Stamford Bridge? Ég vona að verðir góður og mætir þar. Já. Er það ekki góð tilfinning? Það verður eflaust geggjað að mæta á brúnna og spila móti Chelsea. Það verður skemmtileg upplifun og maður svona vonaðist eftir einhverju góðu liði þegar það var verið að draga í 32 liða úrslit og hefði getað fengið leiðilegri lið og eitthvað svoleiðis en mjög gaman að fá að spila móti svona stóru og góðu liði. Hefur Malmö verið að komast svona langt í Evrópudeild áður? Nei, við skrifum einhverja smá sögu fyrir Malmö að komast áfram og þá því ótrúlega skemmtilegt að ná að stríða Chelsea eitthvað og hvað þá stríða það mikið að við einfaldlega vinnum það og það er alveg góð möguleiki á því þó svo að Chelsea náttúrulega sigurstranglegra og með miklu betra lið og allt það en það getur allt gerst á 90 mínútum í fótbolta. Já. Og hvenær það að spila við á fyrsta heimavelli ykkar? Já, við spilum 14. febrúar heima og svo 21. í London. Þetta verður mjög skemmtilegt. Já, þetta verður gríðarlega skemmtilegt. Gaman að hafa fyrirvændi Keflvíking og aðeins að rifja upp að við erum með ykkur að spila við bestu lið í heimi. Já, til þess að maður líka í þessu. Upplifa svona? Já, maður vill upplifa svona og vill spila mótið þeim bestu og vera í Evrópudeild eða meistaradeild og spila mótið þessum liðum og það er gott bara að sjá hvað maður stendur og hvað liðið stendur og hvað það er að gera og græja. Ef þú ert heppinn í svona leik, segjum að þú eigir frábæran leik, þá getur það líka verið svona smá auglýsing fyrir þig að sjálfsögðu. Það eru fleiri að fylgjast með þegar Malmö keppir við Chelsea heldur en þegar Malmö eru að keppa við eitthvað annað sænskt lið. Algjörlega. Það er bara við allstaðar í Evrópu að ef maður í Evrópudeild eða í meistaradeild þá eru miklu fleiri að horfa á heldur en maður gerir sig grein fyrir og svo tæknin í dag orðin þannig að fólk þarf ekki eins og að mæta á leikina heldur fá þau bara allan leikinn klipptan og heim til sín. Þannig að það eru gríðarlega margir að horfa en það er maður er ekkert endilega að hugsa út í það þegar á leik stendur eða fyrir leik en það er svoleiðis, það er margir að fylgjast með. Ég þarf náttúrulega að spyrja aðeins út í íslenska landsliði. Þú hefur verið í íslenska landsliðinu undanfarin ár, átti skemmtilega innkomu í Evrópukeppninni þar sem að þú skoraði sigurmark á móti Austurríki og svo var HM núna síðastliðið sumar í Rússlandi. Hvernig var það? Það var ótrúlega skemmtilegt og eins og ég segi, maður var bæði í höllinni og út á æfingavelli að leika Figo og Zidane og alla þess að kalla að maður væri á HM og fylgist með öllum leikjum. Gamli draumur Mjög gamall draumur að rætast og fá að vera hluti af Íslandi að fara á HM er náttúrulega eitthvað bara að magnaðasta sem... Já, er þetta ekki alveg ótrúlega skemmtilegt að það er svo mikið í kringum þetta og þarna var Ísland líka allt í einu, þetta óvænta lið, þetta litla lið, minnsta lið sem hefur spilað á HM. Þannig að það var talsverð athygli á liðinu. Já. Bæði hér heima og út í heimi. Já, gríðarlega athygli. Sérstaklega eftir EM líka. Já, þegar eitthvað gekk vel þar. Eftir það sem við gerðum þar að þá kannski byggust ekkert rosalega margir við og sagan er ekkert með þeim liðum, svona litlum liðum sem hafa gengið vel á Evrópumóti að komast ekki á heimsmeistaramót en við afsönnuðum það svo sannarlega og svo ætlum við okkur að fara bara aftur á EM 2020. Já. Hvernig leggst það svona í þig? Það var slangt gengi núna með sænska þjálfaranum en hvernig leggst þið í þig? Svona framhaldi? Bara mjög vel. Það er ekkert hægt að dvelja eitthvað lengi við eitthvað lélegan þjóðarleika? Nei, þó svo að það er full virðing við þjóðadeild og allt þess áttar að við hefum náttúrulega átt að gera betur og allt það en það er ekkert hægt að dvelja við það og vera neikvæður og eitthvað svoleiðis en auðvitað fær fólk að vera neikvætt og hafa sína skoðanir en það er bara næsta verkefni og það er undankeppnin fyrir EM og þann riðil
þurfum við bara að vinna eða vera í öðru sæti. Já. Hvernig líst þér á nýja þjálfara? Hann flottur. Já. Hann flottur. Það auðvelt kannski fyrir fólk sem kann sænsku að ræða við hann og hann sem hjálpar. En hann flottur, hann með sínar hugmyndir og þetta tekur allt saman tíma bara. En þetta næsti draumur hjá þig, það að fara að spila á móti stórliði og þú hlakar til? Ég hlakka gríðarlega mikið. Gangi þér vel. Takk kærlega fyrir það. Í Reykjanesbæ starfrækt fjarskiptafyrirtæki í eigu 3 heimamanna og fagnar aldarfjórðungsafmæli á árinu. Þetta fyrirtækið Kapalvæðing, en það hefur sinnt sjónvarpsþjónustu til bæjarbúa í gegnum Kapal sem fyrirtæki hefur lagt 80% Reykjanesbæjar. Í næstu viku segjum við ykkur frá því hvað fyrirtæki að fást við í dag, en í þessum þætti fengum við Erling Bjarnason til að segja okkur frá upphafsárunum og áhrifum Kana-sjónvarpsins í Keflavík og Njarðvík. Já, Erlingur, 25 ára í rekstri í Reykjanesbæ og Suðurnesjum, það þykir nú gott í fyrirtækjarekstri í dag að ná því. Já. Hvað getur þú sagt okkur Kapalvæðingu í 25 ár? Kapalvæðing byrjaði náttúrulega sem svona eins og þessi kapalkerfi og þróaðist út frá náttúrulega þegar Kaninn lokaði rásum sínu. Þetta bæjarfélag, Keflavík Njarðvík, var náttúrulega með Kanan hérna í gamla daga. Þá horfðu allir á Kanan og Kana-sjónvarpið. This is American Forces Television, Channel 8 in Keflavik, Iceland. Þegar það lokaði þá náttúrulega voru menn ekkert sátti með það hérna á Suðurnesjum og vildu svona opna eitthvað svona kapalkerfi og það var hann Viðar Oddgeirsson heitinn sem var hjá RÚV sem stofnaði þetta fyrirtæki sem hétt þá Coax og eftir það svona 94 þá kom aðrir vaskir menn inn og kaupa þetta á honum og stofna þá Kapalvæðingu sem búið. Byrjaði Viðar að dreifa útlensku sjónvarpsefni inn á heimili í Keflavík og Njarðvík? Já, hann gerði það svona, byrjaði svona að einhverjum gerði þetta dæmi og RÚV líka. Þannig að fólk fór að hafa gaman að því að vera með þetta kapalkerfi og þetta hefur búið að þróast svolítið skemmtilega. Já, þannig að fyrirtækið byrjar ansið snemma að tengjast bara inn á heimili Keflvíkinga og Njarðvíkinga og á þessum tíma og búið að gera í öll þessi ár. Já, ég ólst nú upp við Kanan og horfði mikið á Kana-sjónvarpið þannig að ég svona saknaði þess og á þeim tíma var ég náttúrulega sko ungur og kannski var ekkert átt á með að Kanin þegar hann fór þá voru menn svolítið svona að leita af ykkur öðru. Af því að þetta var mikil afþreying þá sko og við vorum svolítið orðnir svolítið mikið fyrir ameríkstefni. Já, hugsaður fyrir, ég náði nú að upplifa þetta líka að horfa á Kana-sjónvarpið. Þetta var svo gjörólíkt í, þetta kemur á undan náttúrulega ríkissjónvarpinu. Já. Og þannig byrjar þetta og hérna þó nokkuð langan tíma þangað til að íslenski yfirvöld ákvað að kötta á þetta. Já, menn voru nú að leita það voru nú sendingar á milli hérna Rockville og annað og voru að leita þessum sendingum og ná þessum bylgjum, gerðu allt til þess að ná þessu því þetta var eins og að væri bara að vera að klippa á sjónvarpi yfir höfuð hjá okkur. Því að þetta var það mikið efni sko, mikið barnaefni og svona. Þannig að þetta náttúrulega var mikið tekið frá okkur, Suðurnesjamönnum sko, að okkur fannst sko. Við ljúkum þætti vikunar með stuttum fréttapakka frá Víkurhöttum. Það alltaf nóg að gerast á Suðurnesjum. Ef framfer sem horfir þá verður Reykjanesbær 4. stærsta sveitarfélag Íslands á næstu dögum. Áramót munaði aðeins 5 manns á íbúastærð Reykjanesbæjar og Akureyrar sem hefur vent 4. sætið áratuga skeið. Íbúum Reykjanesbæjar fjölgar hraðar en íbúum Akureyrar. Íbúar í Reykjanesbæ voru 18.922 þann 1. janúar. Árið 2018 var 6,3% íbúafjölgun í Reykjanesbæ. Hún var 8,8% 2017 og 7,4% 2016. Á tímabilinu 2015 til 2018 hefur fjölgunum verið 24,8%. Það sem skýrir þessa miklu fjölgun eru margir þættir. Á undanförnum árum hefur verið mikill uppgangur í ferðaþjónustu og samfara honum uppbygging flugstöðvarinnar. Það hefur kallað á mannafla. Það má líka nefna að fólk hefur sótt í lægra húsnæðisverðan á höfuðborgarsvæðinu og þá horfir fólk meðal annars til Reykjanesbæjar, segir Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, í samtali við Víkurfréttir í þessari viku.
Útför Guðna Ingimundarsonar heiðursborgara Garðs var gerð frá Útskálakirkju á þriðjudag. Guðni lést hann 16. desember síðastliðinn. Guðni fæddist að Garðsstöðum í Garði þann 30. desember 1923 og hefði því orðið 95 ára þann 30. desember síðastliðinn. Hann lést hins vegar 16. desember. Guðni var kjörinn heiðursborgari í sveitarfélaginu Garði árið 2014. Fjölmennt var í útförunni að Útskálum, en meðal gesta var herra Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Bygging nýrrar slökkvistöðvar brunavarna Suðurnesja að hefjast við flugvelli í Reykjanesbæ. Sami hefur verið við ístak byggingu stöðvarinnar sem á að vera tilbúin fyrir árslok 2019. Byggingakostnaður 730 milljónir króna. Staðsetning slökkvistöðvarinnar við flugvelli ofan Iðavalla í Keflavík talin mjög góð. Stöðin sé miðsvæðis þegar horft til þjónustusvæðis brunavarna Suðurnesja sem nær frá Reykjanesbæ í Sandgerði, Garð og Voga. Þá stutt í flugstöðuna en sjúkraflutningum í tengslum við aukinn ferðamannastraum til landsins fjölgar hratt. Á árinu 2018 hafa verið meiri framkvæmdir við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis en mörg undanfarin ár í sameinuðu sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis sem nú heitir Suðurnesjabær. Unnið að nýju deiliskipulagi sunnan Sandgerðisvegar í Sandgerði og standa vonir til þess að það veri staðfest áður en langt líður árið 2019. Fyrir á árinu 2018 var lokið við að staðfesta deiliskipulag í 2 íbúðarhverfum í Garði. Lóðum hefur verið úthlutað og uppbygging íbúðarhúsa hafin í þessum hverfum. Þáttaka í hátíðarhöldum á 13. í Reykjanesbæ hefur sjaldan verið eins mikil og í ár. Mannfjöldi safnaði saman við Hafnargötuna í Keflavík til þess að kveðja jólin, en auk bæjarbúa voru þarna álfar, tröll og púkar. Áður en formlega dagskrá hófst við Hafnargötu var bæjarbúum boðið að taka þátt í luktarsmiðju í Myllubakkaskóla og þaðan fór einnig fjölmenn skrúðganga undir forystu álfa drottningar og álfa konungs. Herlega heitunum lauk svo með fallegri flugeldasýningu sem var þó í styttri kantinum þetta árið. Leið við þökkum ykkur fyrir áhrif, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum í fréttum alla daga hér á Suðurnesjum og þið getið fylgst með í öllum miðlum Víkurfrétta. Í blaðinu sem kemur út vikulega og þá erum við mjög öflug á Víkurfréttavefnum www.ff.is, alltaf nýjustu fréttir þar. Við erum sterk í golfinu og það vefurinn okkar kylfingur.is sem flytur nýjar golffréttir alla daga vikunar. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja magasíns á Víkurfréttasíðunni www.ff.is en einnig á síðu Hringbrautar, hringbraut.is. Við þiggjum ábendingar gott efni í miðla Víkurfrétta. Við þökkum fyrir að sinni, sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.